Æ. Hi. Like always, we are just waiting for people to come in. We were not able to go live yesterday because of some things that came up. So we are doing the broadcast today that we were going to do yesterday. And like you know, we don't control the life, and sometimes things comes up that we have to take care of, and so we were not able to come on yesterday. And God bless that and fixed that problem for us, and we are grateful for His blessings. It's just coming up from big meeting in politics that my wife is in, and me. It was a great meeting. A little bit. Sige, jeg må finde. Svona. Erum við komin live? We're live. Við erum live. Ræri. Ég bara byrja eftir að fólk kom inn. Já. Það var kvefaður eftir hennar fund bara. Já. Og gaman. Já. Mikil stemning. Mikið stemning. Já. Það var yndislegur fundur og Það eru kosninga, kosningar framöndan og við erum í Miðflokknum og Já. yndisleg stund með vinum. Já. Og kona mín er í framboði og
eins og Guð kennir okkur að Guð þjónar þér Já. svo og ég að gera það sama og ég þjóna konu minni og Við erum ekki live hérna. ekki það. Nei, Ekki verða það. ekki það. Eitthvað. Þetta var á Instagram. Instagram, okay. Já. Like God teaches us is like what they don't teach right. Wait a minute. Let's do it. Okay. Hæ Hafsteinn. Skrifa niður bænarefni. Ef einhver vill fá fyrirbæn og hérna láta biðja fyrir sér, það má senda á okkur. Svo ég vil taka hér fram að skoðan það, já, ok. Hérna að í þessu korti, já, þá kenna þeir ekki alveg rétt í sambandi við að við eigum að líta upp til Guðs og hann í fyrsta sæti fyrir okkur og fólk heldur að snúist það að þú þjónir Guði en þannig kennir ekki Guð því þetta misskilningur og ég langar að nefna þetta og langar að taka þetta fram. Þetta ekki kennt hérna í þessum kúltúrkirkjum og þegar maður tekur Guð og lætur hann í fyrsta sæti að þá fer Guð og fer og leggst undir mig, byggir mig upp, þá hann orðinn fyrsti þjónninn minn. Lækka hjá henni. Þá hann að þjóna mér. Já. Ekki að ég sé að þjóna honum, heldur hann að þjóna mér og hann að byggja mig upp og þannig kennir Guð manni hvernig kerfið virkar og ég höfuð fjölskyldunar eins og hann leggur það upp og að þá ber mér að gera það sama og Guð að þá ber mér að þjóna konu minni og byggja hana upp og síðan konan og ég og Guð að við þjónum börnunum okkar og þar af leiðandi eru börnin í fyrsta sæti því Guð þjónar börnunum, ég þjóna börnunum og kona mín þjónar börnunum og þetta er bara kennt þér öfugt í kúltúrdæminu og þetta er röng kennsla og nú er bara að taka fram þetta stendur bara í Biblíunni og hvernig þetta virkar en þeir eru að reyna að kenna þetta öfugt út frá lögmáli að elska skaltu Guðinn og öllu hjarta og bla 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 en Guð kemur með náðina og segir þetta virkar ekki svona að við eigum að elska náungan alveg eins og sjálf okkur og einnig eigum að elska óvini okkar eins og sjálf okkur og við eigum að biðja fyrir óvini okkar og náungunum og þá blessar Guð okkur og þannig virka hlutirnir.
en þetta allt kennt öfugt. Mér langaði bara að taka það hér fram í svona leiðréttingu á því sem að kúltið alltaf að gera. Það alltaf að svo skilur það ekki að þegar maður pastor eða í stöðu í söfnuði að þá maður að þjóna, og ef þú ert í æðstu stöðu í söfnuninum þá ert þú fyrsti þjónninn. Fyrir utan Guð fyrsti þjónninn og svo pastorinn næsti þjónninn þar fyrir neðan, því hann á að þjóna kirkjunni sinni. Þannig virkar orðið og þannig virkar Guð. Í karlmenn munið að þjóna konungar. Já. Og Guð sýnir þetta svona því að þegar að Guð þjónar mér að þá, þegar hann að hjálpa mér, að þá ber ég virðingu fyrir honum. Og ég ekki með einhvern ótta gagnvart Guði, og einnig karlmenn að þegar þið þjónið konungar og þá öðlast hún virðingu fyrir ykkur og hún óttast ykkur ekki, og þá farið virðingu, og einnig með börnin ykkar að þegar þið þjónið börnunum ykkar að þá bera þið virðingu fyrir ykkur en ekki ótta. Amen, það er. Því Guð ást og svona sýnir Guð þetta og svona virkar hlutirnir. Já. Herðu Hafsteinn, við biðjum fyrir þér. Já. Ekki að það upp í. Ég vildi bara ég kynnti í kóresku. Þannig að við höfum alltaf gaman að Tungumálum? Gaman að svona trolldjóki. Kemur mikið á trolli hérna. Já. En það bara svoleiðis. Öllum leiðilegt að reyna. Leiðilegt að tjá sig hér. Já. Það þannig. Við elskum allt fólk. Já. Eins og Guð skapaði okkur öll og Guð elskar okkur öll án skilyrða. Já. Því við erum myndin á, hann búinn að fyrirgefa okkur öllum og einu munurinn á kristnum manni og þeim sem ekki kristinn að Guð svarað þér sem trúir Já. og hann getur blessað þig út af því þú trúður á hann og þá getur þú talað við hann. En ef þú trúir ekki þá ertu auðvitað ekkert að tala við hann og hann getur ekki blessað þig og þú trúir ekki á hann og leitar ekki til hans. Þannig það bara. Já. En eins og ég segi á meðan, þú veist eins og Biblían segir að ef þið eru í öðrum að leita, ef þið eru að leita Guði í öðrum trúarbrögðum eða hvað sem þið eru að leita og þið eru að leita að Guði að mér sem kristnum manni að ég má ekki stoppa ykkur í leitinni alveg sama hvar þið eru að leita, hvort þið er jóka eða búdda eða í hverju sem þið eru að leita að Guði. Það já. Því Guð segir, ef þið leitið af mér, ef þið eru að leita að Guði,
Já, ef þið að leita honum, að þá mun hann mæta þér og Já. það stendur í orðinu, því má ég ekki stoppa þig í þinni leit. Nei, Það amen. er alveg sama hvar þú ert að leita og því ber mér að fylgja. En þetta kult allt, það vill allt vera að segja það að það sé allt hérna í einhverju Guð muni dæma þig, nei, því hann kennir okkur að við megum ekki dæma aðra og segir einnig við okkur að við megum ekki dæma okkur sjálf en kulti ætlar að segja það að Guð ætlar að fara að dæma þig. En Guð fór á krossinn og tók allt á sig og frelsaði þig Já. undan öllu og þannig eru hlutirnir og því lifum við undir náð. Já, amen. Og því enginn, þó hann sé kristinn, að hann sé eitthvað yfir annan hafinn og hann eigi himnaríki. Nei. Nei, Nei. eiga allir, menn himnaríki því Guð á okkur öll. Svo það sé bara á sveinu. Já. Því ég er alltaf að benda hér í Grace Church til í friður á allt þetta kort sem er þessi 212 kristnu söfnir sem eru með segjast, ok, trúaðu öll á Jesú en í meiri hlutin á söfnunum þá er Jesú maður en Gabriel Engill sagði við Jósef nafnið hans skal vera Immanuel en svo breytir ykkur maður þar og segir hann gerir rétt og skýrði hann Jesú og Gabriel Engill sagði að hann átti þetta Immanuel síðir sem þýðir Guð er með oss og eins og við ferð bara og nota grind hérna ferð á Gati-P eða eitthvað og spyr hver skilgreining Biblíunnar, Nýja testamentisins og hver skilgreining á Jesú er og hver er hann. Og þá kemur greindin og segir hann er Guð. Og þannig sjáum við hvernig maðurinn er að reyna að túlka einhverju söfnir, að reyna að túlka eitthvað annað ofan í einhver sem er ekki rétt. En svona er þetta bara og því erum við hér að við lagt þetta bara á Grace Church til í friður að koma þessu til skila og leiðrétta það sem leiðrétta þarf og það er bara þannig. And like always, my beautiful, beautiful, beautiful wife is gonna start this with a little prayer og eins og ávallt ég á Grace Church fallega kona mín, byrja þetta á litli bæn. Já, elsku Jesú, við leggjum svona stundið í þínar hendur, Drottinn minn. Bara heilaga andi, ég bið þig svo blessi varir okkar Sigga og gefur okkur öllum fríð og ró í hjarta okkar og blessir okkur öll í Jesú heila nafni, amen. Við ætlum að lyfta nöfnum upp í náðuna, við ætlum að lift up name up to Grace. Við ætlum að lyfta upp Hafsteini, Ámunda, Jóhanni, Svövu, Ástu Jóhannu, Ástu Árnadóttur, Davíði, Guðrúnu, Óskari, Billa og Magga Björns. Já, Það er Billa Tór, já. Dabba mínum.
og Daffa, já. Ég er svona Já, amen. 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 Gaman að sjá hann. Og auðvitað hérna fjölskylda Húberts. Já, var ekki nafn Hafsteinn Jú, ég, nefndur já, Hafsteinn, já. Já, Hafsteinn. Svo við séum ekki að gleyma neinum. Nei, Og við erum að fara í gegnum Ormskviðina Já. og við erum komin á kafla 9. 9. Já, það var allt gull, Já, 9 og við munum lesa yfirstrykað. við munum lesa 9. og 10. kafla hér í dag og eins og Ormskviðirnar eru, það er mikil viska þar og Já, maður lærir allt í orðskviðunum og hvernig maður á að koma fram og hvernig maður er greindur og fara eftir göttunum já, og þetta eru orðskviðanir mjög mikilvægir að lesa. Það er spekinn. amen. Amen. Þá ætlum ég að byrja í 9. kafla og Já, spekinn frú heimska bjóða í veislu. Nafnið á 9. kafla. Speki hefur reist sér hús, höggvið til 7 stólpa sína. Hún hefur slátrað slátum fyrir sínu, birlað vín sitt. Já, hún hefur þegar búið borð sitt. Hún hefur sent út þernur sínar, hún kallar á háum stöðum í borginni. Hver sem óreyndur er, komi hingað. Við þann sem óvitur er, segir hún, komið, etið mat minn og drekkið vínið, sem ég hef birlað, látið af heimskunni, þá munið þeir lifa. Og ég fet veg hyggindana, sá sem áminni spottara bakar sér smán, og þeim sem ávitar óguðlega verður það til vansa. Áviti eigi spottarann svo að hann hafi til eigi, áviti hina vitra og hann mun elska þig. Gef hinum vitra, þá verður hann vitrari. Fræði hinn réttláta og hann mun auka lærdóm sinn. Ótti drottins er upp af viskunnar og að þekkja hinn heila eru hygginni. Því að fyrir mitt fullningi munu dagar þínir vera margir og á lífsnýrs aukar. Sért þú vitur, þá ert þú vitur þér til góðs, en sért þú spottari, þá mun það bitna á þér einum. Frú heimska er óhemja, einföld og veit ekkert. Hún situr úti fyrir húsdýrum sínum á stól upp á háum stöðum í borginni, til þess að kalla á þá sem veginn fara. Þá ganga beint áfram leið sína, hver sem er óreyndur er, komið hingað, og við þann sem óvitur er, segir hún, stolið vatn er sætt og losta eftir launetið brauð, og hann veit ekki að það eru hinir framlið, að þeir sem hún hefur boðið heim í djúpi heljar. Og ég ætla að biðja fallega konu mín að lesa 10. kafla hérna og hún er að koma. Réttast einn, Faðirinn, Sonurinn og heilagur andi er Guð, því þeir eru eitt og eins og við erum alltaf verið að tala að Faðirinn og Sonurinn séu uppi og heilagur andi hérna niðri, en þú getur ekki aðskilið þetta svo þess að Faðirinn og Sonurinn eru með heilagum anda hér að hjálpa okkur. Þannig það, þú getur ekki splittað þessu í sundur. Nei.
Ég var einmitt að gera það sem þú varst að predika, ég var að þjóna barninu okkar. Já. Þannig að afsakið hvað ég er sein. Vitur sonur gleður föður sinn, en heimskur sonur er móður sinni til mæðu. Rangfenginn auður stoðar ekki, en réttlæti frelsar frá dauða. Drottinn lætur ekki réttlætan mann þola hungur, en græðgi guðlausra hrindir hann frá sér. Snauður verður sá með hangandi hendi vinnur, en auðs afla iðin hönd. Hygginn er sá er á sumri safnar, en skammarlega fer þeim er kornsláttinn sefur. Blessun kemur yfir höfuð hins réttláta, en munnur óguðlegra hylmir yfir ofbeldi. Minning hins réttláta verður blessuð, en nafn óguðlegra fúnar. Sá sem er vitur í hjarta þýðist boðorðin, en sá sem er afglapi í munninum steypir sér í glötun. Sá sem gengur ráðvandlega gengur óhultur, en sá sem gjörir vegu sína hlykkjótta verður uppvís. Sá sem deplar með auganu veldur skapraun, en sá sem finnur að með djörfung semur frið. Munnur hins réttláta er lífslind, en munnur óguðlega hylmir yfir ofbeldi. Hatur vekur illdeilur, en kærleikurinn breiðir yfir alla bresti. Viska er á vörum hyggins manns, en að baki hins óvitra hvín vöndurinn. Vitri menn geyma þekking sína, en munnur afglapans er yfirvofandi hrun. Auður ríksmanns er honum öflugt vígi, en fátækt hinna snauðu verður þeim að falli. Afli hins réttláta verður til lífs, gróði hins óguðlega til syndar. Sá fer lífsins leið er varðveitir aga, en sá villist er hafnar umvöndun. Sá er leynir hatri er lygari, en sá sem ber út óhróður er heimskingi. Málæðinu fylgja yfirstjórnir, en sá sem breytir hyggilega hefur taum á tungu sinni. Tunga hins réttláta er úrvalssilfur, vit hins óguðlega er lítils virði. Varir hins réttláta fæða marga, en afglapanir deyja úr vitleysu. Blessun drottins hún auðgar, og erfiði mannsins bætir engu við hana. Heimskingjanum er ánægja að fremja svívirðing, en viskan er hyggnum manni gleði. Það sem hinn óguðlegi óttast kemur yfir hann, en réttlátum gefst það þeir girnast. Þegar vindbylgurinn skellur á, er úti hinn óguðlega, en hinn réttláti stendur á eilífum grundvelli. Það er sem edik er tönnunum og reykur augunum. Það er letingin þeim er hann senda. Ótti drottins lengir lífdagana, en æviár óguðlega verða stytt. Eftirvænting réttláta endar í gleði, en von óguðlegra verður að engu. Vegur drottins er athvarf sakleysisins, en hrun þeim er aðhafast illt. Hinn réttláti bifast ekki að eilífu, en hinnir óguðlegu munu ekki byggja landið. Munnur hins réttláta framleiðir visku, en fláráð tunga verður upprætt. Varir hins réttláta vita hvað geðfellt er, en munnur óguðlegra er eintóm flærð. Í Jesú nafni, amen. And like always, we are going to play this in King James 16:11. It's beautiful written text there. Alltaf, eða getur þið spilað það? Já, sjá.
90. 90. 90, já. 9 og 10. Proverbs. Now we're going to play this in English for you. Yes. In King James 1611. Proverbs 9. Wisdom hath builded her house. She hath hewn out her 7 pillars. She hath killed her beasts. She hath mingled her wine. She hath also furnished her table. She hath sent forth her maidens. She crieth upon the highest places of the city. Whoso is simple, let him turn in hither. As for him that wanteth understanding, she saith to him, Come, eat of my bread, and drink of the wine which I have mingled. Forsake the foolish, and live, and go in the way of understanding. He that reproveth a scorner getteth to himself shame, and he that rebuketh a wicked man getteth himself a blot. Reprove not a scorner, lest he hate thee. Rebuke a wise man, and he will love thee. Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased. If thou be wise, thou shalt be wise for thyself. But if thou scornest, thou alone shalt bear it. A foolish woman is clamorous. She is simple, and knoweth nothing. For she sitteth at the door of her house on a seat in the high places of the city, to call passengers who go right on their ways. Whoso is simple, let him turn in hither. And as for him that wanteth understanding, she saith to him, Stolen waters are sweet, and bread eaten in secret is pleasant. But he knoweth not that the dead are there, and that her guests are in the depths of hell. Proverbs 10. The Proverbs of Solomon. A wise son maketh a glad father, but a foolish son is the heaviness of his mother. Treasures of wickedness profit nothing, but righteousness delivereth from death. The Lord will not suffer the soul of the righteous to famish, but he casteth away the substance of the wicked. He becometh poor that dealeth with a slack hand, but the hand of the diligent maketh rich. He that gathereth in summer is a wise son, but he that sleepeth in harvest is a son that causeth shame. Blessings are upon the head of the just, but violence covereth the mouth of the wicked. The memory of the just is blessed, but the name of the wicked shall rot. The wise in heart will receive commandments, but a prating fool shall fall. He that walketh uprightly walketh surely, but he that perverteth his ways shall be known. He that winketh with the eye causeth sorrow, but a prating fool shall fall. The mouth of a righteous man is a well of life, but violence covereth the mouth of the wicked. Hatred stirreth up strifes, but love covereth all sins. In the lips of him that hath understanding wisdom is found, but a rod is for the back of him that is void of understanding. Wise men lay up knowledge, but the mouth of the foolish is near destruction. The rich man's wealth is his strong city. The destruction of the poor is their poverty. The labor of the righteous tendeth to life, the fruit of the wicked to sin. He is in the way of life that keepeth instruction, but he that refuseth reproof erreth. He that hideth hatred with lying lips, and he that uttereth a slander, is a fool. In the multitude of words there wanteth not sin, but he that refraineth his lips is wise. The tongue of the just is as choice silver, the heart of the wicked is little worth. The lips of the righteous feed many, but fools die for want of wisdom. The blessing of the Lord
it maketh rich, and he addeth no sorrow with it. It is as sport to a fool to do mischief, but a man of understanding hath wisdom. The fear of the wicked it shall come upon him, but the desire of the righteous shall be granted. As the whirlwind passeth, so is the wicked no more. The righteous is an everlasting foundation. As vinegar to the teeth, and as smoke to the eyes, so is the sluggard to them that send him. The fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. The hope of the righteous shall be gladness, but the expectation of the wicked shall perish. The way of the Lord is strength to the upright, but destruction shall be to the workers of iniquity. The righteous shall never be removed, but the wicked shall not inhabit the earth. The mouth of the just bringeth forth wisdom, but the froward tongue shall be cut out. The lips of the righteous know what is acceptable, but the mouth of the wicked speaketh frowardness. Í Jesú nafni, amen. Men. Amen. Æ. Ha. Það er 9 og 10. Jú. Sér end, má sjá. Það er svo Var það bara ekki? yfir. Jú. Passar. Þá er þetta komið til skila. Ég vona það. Það er svo næst. Það er hérna, Ok. með þetta verið blessun til ykkar eins og til okkar. Ég láta hann að lækka í. Já, Já. Eitt strax. Já, passa. Og hérna, heyrðist ekki hérna inn í hjá okkur. Það passa út hérna. Ok. Ok. Þá er komið næsta kafla ykkur. Já. Ef þú hefur ekki tekið við Guðinn í hjartaðir, þá ætti ég að gefa tækifæri á því að gera það núna og eins og veist að Guð elskar þig meir en allt og hann vil hjálpa þér og það er hans ástríða að fá að þjóna þér. Og hérna og Guð lofar því að komin í hjartaðið, Faðirinn, Sonurinn og Heilagur Andi, að komin í hjartaðið þegar þú trúir því að Jesú Kristur hafi farið á krossinn og tekið á sér syndir mannanna og hreinsað þig algjörlega með blóði sínu og tekið allar misgjörðir okkar og frelsa okkur undan þeim og hann hefði risið upp á 3. degi og hann sé lifandi í dag. Og þá, og trúðu þessu, þá mun Guð koma inn í hjartaðir. Í Jesú nafni. Amen. Í Jesú nafni, amen. And now I'm gonna take the salvation prayer. And if you believe that Jesus Christ went on the cross and he took all your sins and all the things mankind did, he took it upon himself and he washed you completely with his blood and he rose on the 3rd day and he is alive today. If you believe that in your heart, then God is going to come into your heart, the Father, the Son, the Holy Spirit.
Já. And that's a promise Amen. from him. So I'm gonna start with this in Icelandic og ég ætla að byrja að fara með þessa frelsisbæn á íslensku og svo hafið þessu orð eftir mér. Já. Drottinn Jesús, Drottinn Jesús, ég trúi að þú sért sonur Guðs, ég trúi að þú sért sonur Guðs, ég trúi að þú dáðir á krossinum fyrir syndi mínar ég trúi að hafa dáið á krossinum fyrir syndi mínar og dýrmætt blóð þitt hreinsa mig allri synd. og dýrmætt blóð þitt hreinsa mig allri synd. Ég trúi að þú rísi upp frá dauðum til að gefa mér líf. Ég trúi að hafa risið frá dauðum til að gefa mér líf. Jesús, Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndi mínar ég bið þig að fyrirgefa mér alla syndi mínar og þó með algjörlega mér blóðið þínu. og þó með algjörlega með blóðið þínu. Hreinsaði hjarta mitt, Hreinsaði hjarta mitt, endurniði anda minn endurnýjaði anda minn og gerði mig að nýrri sköpun í þér. og gerði mig nýrri sköpun í þér. Ég opna hjarta mitt núna Ég opna hjarta mitt núna og bið þig að koma inn í líf mitt. og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi vel ég að fylgja þér, Frá þessum degi vel ég að fylgja þér, elska þig elska þig og lifa samkvæmt orðið þínu. og lifa samkvæmt orðið þínu. Þakka þér Jesús Takk að Jesús að fyrir blóð þitt að fyrir blóð þitt er í nýsköpun, er ný sköpun, fyrirgefin, fyrirgefin, endurfæddur endurfæddur og elskaður af þér. og elskar að þér í Jesú nafni. Amen. Og vertu velkomin í Guðs ríkið. Amen. Þú sem fórst með þessa bæn. Já. Og nú ertu partur af kirkju hans og musterið er líkami þinn því hann Já. býr inn í þér og Mhm. musterið er líkami þinn. Það er ekki bygging Nei. og kirkjan er þú Já. því þú trúir en það er ekki bygging. Svo það á hreinu. Mhm. And now I'm gonna take the salvation prayer in English, so have these words after me. Yeah. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you're the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins, I believe that you died on the cross for my sins and that your precious blood cleansed me from all sin. and that your precious blood cleansed me from all sins. I believe that you rose from death to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me for all my sins I ask you to forgive me for all my and sins wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now, I open my heart now and I ask you to come into my life, and I ask you to come into my life, be my Lord and my Savior. be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and live according to your word. and live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that through your blood, that through your blood I'm cleansed, I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In Jesus' name, amen. And be welcome to the kingdom of God, and be welcome to the church, Já, because you are the church, because you are a believer. amen. And your body is the temple of God, because God lives in your body. And that's the temple. Já. In Jesus' name, amen. Amen. Og det siger amen á þessum yndislega lögði. Amen. Og det siger amen on this wonderful Saturday. Amen. 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 En svo ávallt. Prestur með húðflúr á höndunum. Já, Já, það er bara svo þess. Já, bara svoleiðis. Já, hérna. Það stóð á hann Já, á YouTube. já, já. Það var ekki með neitt að gera. Já, hérna. Munið ávallt. Amen. Segir við konu ykkar, ég elska konu ykkar.
og konur segir við eiginmenn ykkar að þið elskið eiginmenn ykkar og eiginmenn og konur segir við börnin ykkar að þið elskið og biðjið fyrir fjölskyldu ykkar og þá mun Guð blessa heimilið og einnig biðjið fyrir náunganum og elskið náungan eins og sjálf ykkur og einnig biðjið fyrir óvini ykkar og elskið óvini ykkar eins og sjálf ykkur og þá mun Guð blessa ykkur því þetta eru allt börn Guðs, því þetta er hans sköpun og eina sem er það að það er ekki verið að tala við tölum hér, það er ekki verið að tala einhvern djöfulina í gangi. Nei. Hann löngu unninn og hann ekkert eitthvað hér og það tekið hér fram, það krossfesting Jesú Krist tekur þetta allt í burtu. Amen, já. Það ekkert helvíti því að hann tók lyklana og það var paradísar líka og hann tók lyklana þar og hann leysti allt fólk út og það enginn í einhverju að hann lendi í helvíti því það ekki Guð, kærleikur, hann fer ekki að senda þetta til helvítis og hann með lyklana. Svo höfum við þetta alveg á stein. Amen. Nákvæmlega Daniel Geir. Amen, já. Amen. Það svo. Það svo. En kúltið, það vill alltaf vera að tala eitthvað djöfullinn, en það sem við erum með, sem vandræðin, eins og kúltið var að segja að við höfum ekki haft frjálsan vilja frá byrjun, sem ekki rétt, sem tekið strax hér fram í Biblíunni í byrjun, eins og með englana, að þeir voru synir Guðs og þeir fengu frjálsan vilja og brutust gegn Guði og út af sínum frjálsa vilja og einnig skapaði hann manninn í sinni mynd að Guð með sinn frjálsa vilja þannig skapaði hann okkur með sinn frjálsa vilja því tók Eva ef hún ekki haft frjálsan vilja að þá hefði ekki verið hægt að eins og þetta látið upp að verða fristinnar að það ekki hægt að frista þann sem hefur engan frjálsan vilja að þar sem hann með Guð í paradís í aldingarðinum það gengur ekki upp og þá leiðandi tókum bitann af ávöxtinum og Adam sýndi eins og Guð vill hafa það að Adam þjónaði konunni sinni og hann sá það að hann var að fara úr aldingarðinum og þá tekur hann bitann af ávöxtunum til að fylgja konunni sinni og þetta rosalega fallegt og eins og Guð sýnir okkur út af því að Kristus kemur hér, Guð kemur hér til að sýna okkur að þetta eru dæmisögur hér og eins og hann talar allt í dæmisögum og við höfum að lesa Biblíuna í dæmisögum og þá sjáum við Biblíuna í réttu ljósi og hér sýnir hann að maðurinn, hann þjónar konunni eins og Adam og hann fylgir konunni og gerði það sem var rétt. Hann gerði ekki það sem var rangt og annars hefði Guð stigið inn í það og það hefði ekki skeð og ef það var ekki frjálsur vilji að hvað var þá Guð að skilja skilningstréð þarna í aldingarðinum og lífsins tré í aldingarðinum út af því að hann gaf þeim frjálst val til þess að fara út úr aldingarðinum
ef þið vildu. Jöp. Og þau völdu það. Þú getur ekki valið og hafnað þegar þú veist ekki að þú veist ekki að þetta betra en þetta eða þið langar að smakka þetta eða, já. Já, hann ekki... Já, frjálsi viljinn. Alveg frjálsi viljinn, alveg eins og faðir voru sem við förum með núna, að Guð fer ekki að freista þín, eins og kemur fram í Lúther-biblíunni og eins og Guð hafi átt að hafa sagt þetta svona, Jesú Kristur, að það ekki rétt, við erum með upprunalega faðirvorið og upprunalega faðirvorið hald þú mér frá freistni og Guð, þar sem hann kærleikur, að þá fer hann ekki að leita þig í freistni. Nei. Og þannig bara svo það sé á hreinu og þetta bara eins og ég segi, svo við erum hérna í orðskviðanum að taka í þér visku en það bara þannig að við, eins og Guð segir, engin maður góður maður og við erum að passa okkur á leiðtogum sem eru að leiða söfnuði og því þeir halda það að við séum bara svo heimsk að við skiljum ekki hlutina og þeir alltaf fara að velja eins og þeir gera alltaf að þeir velja alltaf hlaupa í biblíuna og velja út vers fyrir þig og hlaupa svona á milli til þess að villa fyrir þér hver sannleikurinn er. Já. Og ég með 34 ára reynslu þar og búin að vera uppvís af öllu þessu bulli og Þeir sýna ekki heildarmyndina. Ég sýn aldrei heildarmyndina, maður var að lesa eins og maður var að lesa. Þú ert að lesa allt. Já. Allt. Allt. Já. Eins og ferð í Mattheus og lestu allt Mattheus til þess að fá skilning á öllu því sem við erum að ræða þar og þegar þú ferð í Mark og lestu allt í Mark, það er svona skilning. En þú ferð ekki og hleypur í Mattheus og tekur eitthvað úr þar og ferð síðan í Gamla testamentið og tekur eitthvað úr þar. Því Gamla testamentið er ekki Nýja testamentið og svo kemur annar þáttur hér sem að við erum að bera fram fagnaðarerindið og fólk skilur ekki alveg hvað fagnaðarerindið er og heldur það að það sé bara öll biblían en fagnaðarerindið er krossferðing. Svo. Fagnaðarerindið er krossferðing Jesú Krist að taka völdin og hleypa öllum úr, taka lyklana eljum og hleypa öllum úr paradís og hann kom með og sýndi það að Guð hefur aldrei gert manninum neitt, maðurinn hefur alltaf verið að kalla yfir sig regluverk alveg frá byrjun, það hefur svo lest biblíuna að maðurinn bað lögmálið yfir sér og lögmálið ólaf sér synd og maðurinn bað það og þetta er alltaf maðurinn er að biðja eitthvað regluverk yfir sér en Guð kemur hér og segir að þetta er ekki svo að elskar skaltu náungaðinn eins og sjálfa þér, einnig skaltu eins og óvinnskir. Já. Já, og
Hann, Það er hann kemur með náðina. Mhm. Hann er náð Amen. Hann og hann hefur alltaf verið náð, alveg frá upphafi. Mhm. Alltaf náð. Hann er kærleikur og kærleikur getur ekki verið slæmur. Mhm. Kærleikur dæmir ekki. Kærleikur yfir hilmir hlutina Mhm. og kærleikur fyrirgefur allt Mhm. og blessar allt. Og Amen. það er kærleikur. Já. En þú varst að fara að segja það að Guð er að fara að dæma og gera eitthvað la 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 og la 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 að þá er það ekki kærleikur og Nei. Guð er kærleikur Já. og munið það og því Guð elskar þig af öllu hjarta og Amen. það er ekki spurningum að þú elskir hann en það er lögmálið sem mennirnir fóru fram á Mhm. að þeir áttu að elska Guð af öllu hjarta en skildu það ekki að Guð elskar okkur af öllu hjarta og það eru eins og kemur fram í orðinu hérna það eru engar kvaðir til þess að vera kristinn. Þú getur haldið þessu fyrir þig og Guð getur kannski lagt á því að þú byrji fagnaðarerindi áfram. Það er fyrir allt eftir því hvernig Guð vinnur innra með þér og breytir þér. Já. Og þetta er ekki að eins og þeir eru að segja, það er svona nýaldar kenningar í gangi í bænum að þá alltaf við biðum eitthvað og þá var skeið svona. Já. Og það er nýaldar Já. áhrif sem er komin inn í orðið og predikarar fóru að segja að lækningin, hún kemur núna og þú biður lækningu núna og þá kemur hún núna. Það er ekki þannig því Alls ekki. það er ekki þannig því þú biður Guð Já. lækninguna Já. og Guð kemur með lækninguna á sínum tíma, Amen. á réttum tíma Já. fyrir þig. Hún gæti skeið svona, núna Já. og hún gæti komið eftir mánuð eða 2 eða 3 þegar það er réttur tími Já. fyrir þig. Það Guð veit hvað þér er fyrir bestu og þannig er Guð því hann er kærleikur og hann sér ekki að gefa þér eitthvað fullt af einhverjum hlutum þegar það er ekki réttur tími til þess og þú fer í ógöngu með það með þeim frjálsa vilja. Nei. Og það er það sem að Guð passa upp á Jesú nafni. Amen. Jesú, amen. En við elskum ykkur hérna á Grace Church, Já. Billy Prayer og þið eru hérna kirkjan okkar og þið eru tímið okkar. Já. Og við endum þetta á bæninni sem Guð kennt okkur, Jesú Kristur. Og eins og heyrið í bæninu okkar að þá kemur þetta fram. Það kemur ekki ei leit þú oss í freisti. Það er ekki rétt. Nei. Guð fer aldrei að leiða því frist. Nei, aldrei. Aldrei. Því stendur hérna, hald þú mér frá freistni. Amen. Amen, munið þetta. Daniel Geir, fagmaður svo gott. Já, hann er það. Kirkja sannleikans. Amen. Amen. Pastorstig. Þetta er bara fara í eldri ritin Já. og
og finna sannleikan áður en eins og Luther fór og breytti, hann mátti ekki breyta neinu og tók út fullt af hlutum eins og Guð tók fram, eins og ég stóð fram, það mun ekki spámaður koma eftir mig. Nei. Og svo hafa fullt af einhverjum spámennum komið hérna og eins og gyðingar að vera að breyta Biblíunni eins og þeir gerðu með fyrstu Biblíu sem kemur með kennslubiblía sem var gerð, hún var gerð 1917, hún er gerð af gyðingum og það er Scofield Biblían og út frá Scofield Biblíunni, hann var biblíunar biblíukennslur verið út allan heim í kirkjunum og ég var nú að vinna lengi við að biblíukennslur og út frá Scofield koma allt þetta að þetta er að þýða þetta og þetta og þetta en þetta kemur frá gyðingum því gyðingar heimið þeirra er út af því þeir trúa ekki á Jesú Krist og heimið þeirra er að skemma kristna trú og munu þetta og því ber okkur að passa okkur á mönnunum eins og Guð segir Jesús Kristur því engin maður er góður maður. Nei, það er rétt. Menninni bregðast og ekki Guð. Ekki Guð. Amen. Því ekki líta upp til mín, ég gæti Þú ert mannlegur. Ég er mannlegur og ég er þar af leiðandi presti sem Guð hefur ekki og sem við erum öll með en ekki Guð. En ekki Guð og geti ég gert einhverju vitleysu og svo ekki bara líta upp til mín og eða einhver pastors eða leiðtoga og fara að taka mig sem eitthvað eins og þegar að vera að segja þegar fólk er að koma utan eða hver er að koma í söfni þetta er þessi mikli Guðsmaður það er svo rosalega mikið blessaður þessir This is like they have this when they come to the all these churches, they come and they always say, this is a very special preacher, he's so God blessed and blah, 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 blah. But God tells you, don't look up to the pastors and the people. Don't put them, nobody is higher than you. Nobody is higher than you. Enginn meir en þú. Nei. Enginn. En maður hefur tekið líka mikið eftir því að við erum búin að vera, við erum búin að vera lengi frelsuð og í kirkjum. En það er alltaf sagt þegar þessi manneskja kemur, þá finnur bara fyrir heilugum anda, bara áþreifanlegum, svona eins og hann sé eitthvað meira en þú, sem ekki, og andinn sé sterkar í manneskjunni. Hefur ekki tekið alveg spádómsgáfur að þetta verður rosalegt bara svo borgað inn og þá þetta fólk bara sem að fara að spá og það er bara alveg sérstakt útvali frá Guði. Yes, like they come, this is a very good prophet and he has these special things and blah blah blah. But when you get saved, you get all of it. Amen. It comes in Mark. You get all of the powers that the Holy Spirit has. You get the healing power, you get the prophet, you get all this. This is a gift from God. Yeah. But Paul was talking in the Corinthians about started to say, you get some of these things. How can Mark say you get all of these things? Korintu. Yes, it's in Korintu. Paul is talking about this, and this is a little misunderstanding. But Mark tells, Mark or
Matthews. He comes totally with it. You get all of these things. Yeah. God gives you all of them because when He saves you, you get the Holy Spirit, and when the Holy Spirit is in you, the Holy Spirit helps all of these things. Not just, you don't just get speaking in tongues, you get speaking in tongues, you get the healing power, you get the prophecy, and you get all of the things from God. And that's the thing, you get all of them. And, and that's... Ávextir andans, við erum öll með ávexti andans. We all have the fruits of the Holy Spirit. And that's all of them. Yes. They're not limited. We get all of them. That's that's being Christian. And He gives you everything because He loves you and He wants you to get everything. Yes. Not, he doesn't want to limit you. No. So we are going to go with the prayer that Jesus taught us, that God taught us, and now we are going to take that, and I'm going to start taking it in English. So listen to this. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy kingdom come. Thy will be done. Thy will be done. On earth as in heaven. On earth as in heaven. Give us our daily bread. Give us our daily bread. And forgive us our debts. And forgive us our debts. As we forgive our debtors. As we forgive our debtors. And keep us from temptation. And keep us from temptation. So that we may stand against it. So that we may stand against it. But deliver us from evil. But deliver us from evil. Thine is the kingdom. Thine is the kingdom. Yeah. Thine is the kingdom. The power and the glory. The power and the glory. Forever and ever. Forever and ever. In Jesus' name. Amen. Amen. Halleluja. Og nú ætlum við að fara með þetta faðirvorið á íslensku. Jú. Hlustið, það er ekki hýrt þessa ungum. Faðirvor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo í jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort dagleg brauð og fyrirgef oss vorar skuldir og vorar skuldunautum. Haltu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Amen. Everybody say amen on this beautiful Saturday. Amen. Allir segja amen á þessu vindislega laugardegi. Amen. Og nei, Guð bless ykkur og takk ykkur fyrir þessu yndislega stund og Daniel hér, ég elska þig, minn elsku bróðir og yndislegt að hafa þér og þið heilsa mömmu Já, þið heilsa mömmuðinni og fjölskyldu, ég elska fjölskylduna. Já, byggðum að heilsa öllum, Dísu og Atla og öllum. Daniel Geir og Sannur. Og Möggu og Jónis. Daniel Geir er eins og ég segi, Daniel Geir er svo ég. Við leitum Guðs og leitum svara frá Guði og Amen. eins og við erum hér eitthvað að reyna orthodox, þetta, ég er Kristrúar, því eins og Kristur boðaði, hann boðaði náðina og náðin þýðir greis og ég er Kristrúar og ég er bara að fylgja Guði og koma orði Guðs að. Ég er ekki bundinn neinum nema
Guði og Amen. ég er í greiðstrú við erum tím, ég hef fleiri sem eru þetta með mér að boða trúna, erlendis frá og annað og ég sendi frá söfnum eins og Joseph Prince og annað og ég hef rætt eins og við Joseph og sumt er erfitt fyrir söfnið að koma með fram út af svona pólitík eða svona pólitík innan safnaða en hér erum við ekki háð pólitík innan safnaða og hér erum við bara komið með orðið eins og það er Amen. því Guð ræður ferðinni og megi Guð blessa ykkur sem yndislega laugardegi. Amen. You're just following God, so may God bless you on this wonderful Saturday. Amen. And we have a lot of teams of people like Maltieni, like Ken, we got a lot of Joseph Prince, we got a lot of people, and I mean, just putting out the good news, and the good news is after the crucifixion, not before the crucifixion, after the crucifixion. That's the good news. Yes. Then God could tell the people who he was. Then Jesus told everybody that he was God. In Jesus' name, amen. Amen. And remember these words. So don't go in this, because Jesus came, God came here to walk the earth and speak to us how he talks. Yes. Og hann kom hérna til að kenna okkur, Guð kom hérna og gekk jörðina til að kenna okkur og sýndi okkur að hann talaði í dæmisögum og þannig áttu að fara í orðið og lesa orðið og þá sáum við að hlutirnir eru ekki svona eins og þeir eru sett upp. Nei. Alveg svo með Jobb, að ég skildi ekki hvað mikla reiði Jobb var með, þetta var tómt fyrir mér, en þegar ég sá það að Lúsífer var að skora á Guð og Guð sagði það að hann var með einn mann sem að myndi standast allar raunir Lúsífers og Lúsífer var að reyna að sannfæra englana að maðurinn væri ekki þessi pottþétta sköpun Guðs og sagði Jobb, ef þú tekur eigur hans og tekur þetta í burtu að þá mun hann snúast gegn þér. Hann gerði það og Jobb snýrist ekki gegn Guði. Hann fór svo langt að Lúsífer að hann tók börnin hans og hann tók konuna hans burtu og Jobb missti allt og Jobb skildi ekki alveg hvað Guð var að gera, hann vissi auðvitað að börnin hans og konan hans voru í höndunum á Guði því að hann vissi það að Guð á allt og Guð er skaparinn og vissi þar af leiðandi að þetta væri skiptingu máli og þannig og hann skildi ekki hvað hann hefði gert rangt út af því en hann sagði eins og Guð sagði við hann við Jobb, varst þú frá upphafi og hann gat ekki sagt við Jobb
hvað var í gangi og hérna sagði, varst þú frá upphafi? Og ég auðvitað nei, og þá sagði hann, já, ok, þá ekki alveg skilning á því sem ég var að gera, en blessaði hann síðan aftur og gaf honum auðæfinn, símun og allt það tilbaka, og hann fékk aðra konu og hann eignaðist nýja fjölskyldu og allt það, en hann vissi það að hann hafði ekki mist börnin sín, út af því að hann getur ekki gefið honum sömu Börnin og sömu sömu börnin konuna. og sömu konuna, en Jobb vissi það að Guð var með hinn börnin í sínum höndum og hina konuna sína í sínum höndum. Já. Því á þessum tímum áttu menn, ef þau voru auðir, þá áttu þeir mjög margar konur og því svolítið asnalegt þegar er verið að tala saurlifnað og ýmislegt hordóm og ég veit ekki hvað og hvað, ekki verið að tala en út af átti Abraham margar konur og Davíð konungur átti margar konur, Salómon átti margar konur. Þeir áttu allir margar konur og ef þetta var saurlifnaður þá hefði þetta ekki verið viðgengist en það er alltaf verið að nota góðdómu og sódómu sem tilvísun í þetta, en það er dæmisagan á bakvið sem að snýra Lot, út af að Lot átti eignir í góðdómu og sódómu og Lot hafði aldrei gefið út af byggjan hans, hann átti fullt af eigum og átti fullt af peningum, en Abraham gaf alltaf á 3. árið og gaf hann alltaf af sínum auð á 3. ári og því hann hafði ekkert við þessa peninga að gera og þá gaf hann fólkinu að borða og gaf af sér. En Lot gerði það ekki, en Guð blessa hann samt, þó hann hafði ekki gert það. En þarna kemur sagan að segir Abraham og Lot að fara til fjalla og segir við Lot að líta ekki tilbaka út af eigum sínum og segir einnig að með börnin hans og konun hans að líta ekki tilbaka. Já. En út af því að hann var búinn að, þetta er Davíðsaga, og út af því ef þú elur upp börnin svona að þá skeður einmitt hluturinn sem skeði í dæmisögunni sem kemur þarna hjá Guði, að börnin og konan litu tilbaka á eignirnar sem þau áttu í góðdómu og sódómu og urðu að salti. Og þarna er bara dæmisaga sem við verðum að sýna fram á og þarna í þessu var þarna að fólk lifði hátt og áttu mikið af hlutum og vildu ekki breyta neinu og þá valdi fólkið að vera þarna í þessum aðstæðum og valdi það að eins og ég segi alltaf, maðurinn velur alltaf og valdi það bara að þau var búið lægi hlutina en það valdi það. Ég viljum ekki laga neitt og ég meina þá þetta er bara ósköp einfalt, þið munu tortíma ykkur með þessum lifnaðarháttum og þá er dæmisagan þannig að þessi lifnaðarháttur þeir munu tortíma
með ykkur, en það er ekki Guð sem er að tortíma með ykkur. Það er þið sjálf sem eru með ykkar eigin frjálsa vilja og þið eru að tortíma sjálf ykkur. Já. Passið ykkur á þessum frjálsa vilja ykkar og hann er alltaf að reyna að keyra okkur út í skurð. Ég er svona með amen. Amen. Sælkomnina. Já, Grétar, yndislegt að sjá því. Ég var að reyna, Grétar, gætur sýndi mig, Grétar minn. Ég ætla að reyna að hringja þig á Facebook. Ég ætla að reyna að ná í, ef þú getur hringt í mig á Facebook, þetta er smástund. Grétar minn, Grétar Lindberg, elsku vinur minn. Það er yndislegt að sjá þig. Það er að tala við þig. Og Guð blessi og sem yndislega laugardegi og God bless. God bless you on this wonderful Saturday. Yes. And we're gonna see you on Monday. Halleluja. Já. Við erum að sjá okkur Monday. Já. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. Það bara góða nótt og já, elskum ykkur. Elsku ykkur sem njótið dagsins. Já. Bye. Bye. Bye.